Það sem þarf að gerast í velferðarmálum Reykjavíkur er það að við þurfum að snúa þeirri þróun við sem hefur verið að eiga sér stað núna undanfarin ár. Við þurfum auðvitað að fjölga þeim sem hafa störf í Reykjavík. Í Reykjavíkurborg hefur þróunin verið sú að þeim sem starfa hefur ekki fjölgað nærri því eins hratt og í sveitarfélögunum í kring. Það er alveg afar sorglegt að sjá að af þeim stóra hópi sem þarf að fá fjárhagsaðstoð í Reykjavík, þá eru 70% þeirra yngri en fertugt. Og hluti af þessu fólki er eingöngu á bótum af því það fær ekki tækifæri á atvinnumarkaði. Það sem við munum leggja áherslu á er að vinna út frá þeirri stefnu að ef einhver einstaklingur þarf á þjónustu að halda, þá fái hann að ráða hver veitir honum þjónustu og hvernig hann fær þá þjónustu. Eins og staðan í dag er það þannig að það eru biðlistar eftir þjónustu hjá Reykjavíkurborg og það er aðallega borgin sem sinnir þjónustunni. Það er alveg rosalega mikilvægt að við förum að leggja áherslu á grunnfærni grunnskólabarna, hvað varðar læsi til dæmis. Með því getum við náð að minnka brottfall úr skólum og minnka þannig álag á velferðarkerfið. Það er rosalega mikilvægt að bregðast við þessum vanda hratt, strax. Það hefur ekki tekist á þessu kjörtímabili.